Á grillinu með tvíhöfða. Ég hef nú bara aldrei verið svona grillur. Á grillinu með tvíhöfða er á dagskrá í Poplandi á mánudögum klukkan 13:30 og endurtekinn klukkan 21:00 á föstudagskvöldum. Já, komið sæl og velkomin hingað í grillhorn tvíhöfða. Það er alltaf verið að grilla þó að, halla sé tekið á sumarið. Já, maður segir svona, það er nú komin ágúst. En það er best að hleypa hlustendum inn því að það glóa allar línur. Ég hleypi fyrsta hlustendanum inn núna, góðan dag. Já, blessaður á sælinu minn. Já, sæll og blessaður. Hvað segir þá? Allt bara ljómandi. Já, ekki. Jú, og þú sjálfur? Hvernig er það, sko, á svona heimili, Já. það sem að er grill, Já. er ekki eðlilegt að ef að maðurinn Já. á heimilinu sér að grilla, Já. er ekki eðlilegt að þá að konan sér að þrífa grillið? Myndi það ekki vera eðlilegt? Já, þetta er nú, svo sum ágreiningsmál á mörgum heimilum gerir á ekki fólk að hjálpast að og gera? Já, það fer nú bara eftir í hvað konan er að gera annað. Það er nú kannski spurning hvort að þetta er ekki bara karlmannsverk alveg frá upphafi til enda. Sko, ég veit það nú ekki, ég meina, Hvað var Guð eiginlega að hugsa þegar hann bjó til konur? Það finnst mér nú alveg, sko, það hefur nú bara verið eitthvað mánudagur eitthvað í honum þegar hann bjó til kettlingar. Já. Það var alveg. Já. Men það er ekki, það er sko, hann bara bjó til eitthvað sem er alltaf óánægt, með allt. Já, hvað? Er það ekki? Er ekki kettlingar en það er alltaf óánaðar með allt? Þetta er nú ýmsir kannski sem að, svo sem geta kvartað yfir því. Það er alltaf, kettlingar er alltaf að kvarta yfir öllu. Það er aldrei neitt nógu gott fyrir þær. Já. Það er fá ekki nógu mikið laun. Það fá ekki nógu mikið athygli, það er ekki nógu mikið puntar og allir á mótið þeim og það er bara, ég meina, hvernig ætlast þær til að einhver skilji þær? Hver skilur konur? Ég það. Enginn held ég, sko, þetta er bara, sko, og svo er þetta, sko, og svo er það eins og það sé nú ekki nóg, þá er náttúrulega þetta mánaðarlega hjá þeim. Eins og kettlingin hérna, hún er röflandi allan mánuðinn. Alltaf röflandi út af alls konar smáatriði og eitthvað sem að skiptir ekkert máli, sko. Og svo kemur þetta mánaðarlega, kemur Rósa frænku heimsókn. Þá er hún alveg arfa vitlaus. Þá er bara eins og, sko, þá hitti bara, sko, amma skrattan, sko. Þá hefur hún allt á hotnum sér. Þá er bara Gullfoss og Geysir að gjósa, sko. Það er allt brjálað, sko. Og ekki skánar þetta, sko. Ég hélt að hún myndi, sko, ég var svona alltaf að vona að hún myndi róast svona með aldrinum. Já. Þegar aldurinn var að færast yfir hana og myndi hún svona róast. En byttu fyrir þið, vinnu minn, ekki, sko, breytingaaldurinn, eftir hún fór á breytingaaldurinn, þá er hún versna, sko, því mikill að muna. Hún er orðin alveg óþolandi og ég er, sko, bara, og núna er þetta komið, sko, eftir, sko, áratuga sambúð, bara sem að hefur gengið náttúrulega á ýmsu. En sko, nú er ég komin á fremsta hlunn með að flytja bara út. Já. Ég bara er ekki að sætta mig við þetta lengur. Ég er bara að hugsa að fá mér einhverja bara rólega litla íbúð og bara flytja út. Og ég er búin að segja henni það, ef þú hættir ekki þessi kjaftaði í mér alltaf og verð alltaf að skammast í mér og rífast eitthvað og þá ætla
þá bara flýt ég. Það bara hreina línur. Sko, já, þetta náttúrulega ansi stór ákvörðun, en eru þið búin að vera gift lengi? Við erum ekki gift, sko. Þið eru ekki gift, nei. Nei. En þið eru búin að vera í sambúð og Við erum búin að vera í sambúð í 20 ára, sko. Já. Og ástin nú svona daldið dyntótt oft á tíðum og hérna... Það er ekki vandamáli, sko. Mér finnst náttúrulega rosalega vænt hana. Já. Og ég veit alveg henni finnst rosa vænt mig. Ég veit það alveg. Já. En hún er alltaf að röfla í mér. Já. En ef að þið talið saman, það nú líkitinn... Það hægt að tala við kettlingar, það bara ruggla fram og aftur og svo verða þeir bara reiðari. Já. Það hlusta ekkert. Akkur skapaði Guð eyru á kettlingar? Ég veit það ekki. Það hlusta ekkert með þeim. Sko, kettlingar ætti í rauninni að vera bara með 3 munna. Bara taka þeim eyrun og hafa munn bara allstaðar það sem eru eyru, þannig að þeir geti bara kjafta meira. Já, en ekki einhver leið til að þið náið sáttum? Ég ekki að sjá fram á það. Sko, þetta unnusta þín til margra ára. Nei, þetta ekkert unnusta mín. Þetta móðir mín. Þetta móðir þín? Já. Já. Ég búin að búa með þessari kettlingu alveg frá því að maður komið hennan heim. Já, nú þá horfir málið kannski aðeins öðruvísi við. Nei, þetta nákvæmlega sama. Ég heyrt svona eins og ég hef verið að horfa á eins og í Dr. Phil. Já. Með kalla sem eru giftir leðinlegum kettlingum. Og þetta nákvæmlega sama. Þeir gætu allir búið með móður minni, sko. Þetta nú... Kettlingar eru allar eins. Hvort sem það eru mamma manns eða kettlingi manns eða eitthvað. Bara kettlingar eru bara, veist. Já. Og engum máli hvort það eru 20 ára eða 8 ára. Bara kettlingar eru nákvæmlega eins allar. Alltaf fúlar og óánægðar með allt. Já, ég veit það ekki. Og þetta með grilli, það gerir algjörlega útslægi, sko. Já. En, það náttúrulega leiðinlegt ef að þú ert í einhverju ósætti við móður þína. Já. En hérna... Búin að fá alveg upp í hálsa þetta. Bara algjörlega. Nú bara... Ætla ég bara nota hérna tækifæri og auglýsa eftir íbúð. Já. Sem að bara á rólegum stað. Já. Og bara kettling fyrirstað. Það bara alveg reyna línur. Ég búin að fá alveg fullsatt af svona kettlingar og röfl. Herðu, vonandi blessast þetta nú allt saman hjá ykkur makinunum og hérna ég bara óskaðir alls hins besta. Þakkaði fyrir það, vinur minn. Og hérna, og bara þakkaði fyrir að hringja, við þurfum að hleypa fleiri hlustendum að, ertu blessaður. Herðu, jæja, og það nóg að hlustendum, við skulum bara hleypa hérna næsta hlustanda strax inn, góðan dag. Já, góðan daginn. Jæja, hvað? Ég gæti nú bara ekki á mér setið að hringja. Já? Fyrst að sonur minn farinn að hringja í fjölmiðla til að kvarta yfir mér. Já, þú ert móðir hans, sem sagt. Ég móðir hans, já. Já. Þetta eitthvað... Og þetta sem hann var nú að segja í fjölmiðlum nú bara hans hlið á þessu máli. Já. Og eitthvað ósætti þetta á milli ykkar. Sko, það ég sem fórnarlambi í þessu. Já. Ég búinn að reyna að ala upp þennan mann. Já. Í sko 40 ár. Og ég búinn að leggja mikið á mig við að reyna að kenna honum að haga sig vel. En sko það ekki, hann sóði og hann er hirðulaus, hann er kærulaus og sko sko þessi hlutir sem að ég búinn að vera
sko tala við hann að eins og að ganga snirtilega það þýðir ekki þegar að 2 manneskjur eru að reka saman heimili að önnur sjáum að þrífa og hirða upp og halda hreinu og halda í horfi en hinn sjáum að rusla til, það bara gengur ekkert þannig. Þetta er samvinna. Svona samband, svona sambúð er samvinna og þetta getur ekki bara legið á öðrum aðilanum. Og sko, og það sem að, til dæmis eins og til dæmis bara rúmið. Sko, hann býr aldrei rúmið. Nei, hann bara fer fram úr og ég sé að búa rúmið. Já. Og setja ábreiðu yfir og svona slétta úr og gera snirtilegt. Það aldrei hans mál. Hann bara köðlar allu saman og bara æðir fram úr. Og ég þoli ekki þetta. Þetta er svo mikið af atriðum sem að ég á alltaf að sjá En er þetta ekki eitthvað þá sem hefur áunnist í uppeldinu? Er þetta ekki eitthvað sem að hann er orðinn góðu vanur frá æsku? Hann kennir mér þetta. Já. Hann ásakar mig að ég hafi brugðist sem móðir en ég tel ekki svo að vera. Ég hef reynt virkilega að gera mitt besta. En nú er ég komin á breytingaaldurinn og það er búið að vera með mjög erfitt og núna til dæmis bara í fyrrakvöld á miðvikudag, hvað er það? Það er föstudagur. Þá kemur hann heim. Sko, þá var hann búinn að vera á bar og drekkandi. Þetta hefur verið helgina núna síðustu. Já. Það er ekki föstudagskvöld eða eitthvað? Það er mánudagur. Já. Nei, sem sagt í fyrradag? Já. Nei, það er laugardagskvöldið, já. Og þá kemur hann, sko, þá vakna ég miðjanótt að hann er að skríða upp í ángandi af vínlykt og ég vakna því að hann er drukkinn og hann er að, koma sér fyrir rúminu og ítir í mig og Býttu sofið í sama rúmi? Já, við höfum gert það. Við erum nú bara með eitt svefnherbergi og þannig við höfum deilt rúmi. Ég á svona tvíbreytt rúm, sko, eða svona 1,5 breytt. Já. Og það er nú vassrúm reyndar, þannig að það er svona, leikur alltaf á reiðiskjálfi ef einhver hreyfir sig í því, sko. Já. Það er svona vassdínu, því að ég er baksjúklingur og var álagt að sofa á vassarúmi og sko, en náttúrulega ég vakna við þetta og svo get ég ekkert sofnað meira, sko. Nei. Ég er andvaka alla nóttina og bara sitt frammi og reiki og hlusta á hróturnar í honum, sko. Hann sefur náttúrulega alveg eins og steinn, sko. Þú veist, og þetta er bara algjörlega að fara með mig, sko. Ég bara þolit ekki lengur en sko, ég sé ekki annað en bara sambandi okkar sé bara hreinlega lokið, sko. Jæja, nú er hann að koma með þær hugmyndir að flytja út og finna sér eitthvað íbúð. Já, einmitt, ég stór efast að hann geti hugsað sig sjálfur. Já, en er það ekki mönnum hverju manni hollast? Þú veist, þetta skiptir ekki einu svona nærföt fyrir þau voru byrjuð að lykta. Já, en er það ekki hverju manni hollast að svona reyna kannski að komast úr foreldrahúsum og spjara sig á eigin spýtur? Hann getur það ekki. Þú heldur ekki? Nei. Hann þetta er bara hótun sem hann er að hóta mér til að stjórna mér. Hann vill að ég gera eins og nú á ég að fara úr hreinsa grillið. Já. Eftir að ég er búinn að búa og vaska upp, skúra og þrífa og þetta er náttúrulega tínu tómar bjórdósir og reynsa upp eftir hann. Já, þetta er leiðinlegt ef þið náið ekki sáttum í þessu máli að reyna. Ég veit ekki hvað það var að gera. Nei,
En þetta er vandamál og vandamál eru til þess að leysa þau, ekki satt. Og við hérna... Ég vil bara segja, Já. Kallmenn eru vandamál. Já. Já, hafa alltaf verið. Já. Faðir hans var vandamál. Já. Og hann er vandamál líka. Já. Já. Einmitt. Alltaf góðir með sig. Og þá allt að gera fyrir þá. Já, þetta er... Þeir eru bara fullvaksnir mömmustrákar sem ekkert kunna og geta en halda þeir eigi heiminn. Já, einmitt. Hérna, ég hvet ykkur nú endilega til þess að reyna að útkljá þessi mál, kannski yfir góðu grilli núna í góða veðrinu. Ef ég næ að þrífa það? Já, það er spurning hvort ykkar mun þrífa, en... Segðu mér, er það sanngjarnt? Nei. Að fullorðin kona sem er búin að strita við að halda hreinu. Alls ekki. Og að gera allt. Já. Hann kemur heim. Já. Hann skellir einhverju dóti á grillið og skemmtir sér við það og brennir það. Einmitt. Og síðan er það étið með einhverju kaldri sósu. Já. En ég á síðan að þrífa ósköpin. Þetta er náttúrulega ekki sanngirni. Nei, þetta er ekki sanngirni. Heyrðu, en ég hvet ykkur til þess að reyna að sættast í þessu máli og nú, þið eru alltaf velkomin að hringja hingað, en því miður er tíminn floginn frá okkur, en ég þakka þér bara kærlega fyrir að hafa samband. Já, þakka þér. Allt í lagi, vertu blessuð. Já, og með því lýkur grillhorni tvíhöfða, verið sæl, við heyrumst eftir viku.